Nú ætlum við að fara aðeins yfir sem sagt, bara hvað námsefnið hvernig það uppbyggt, hvað inn á Uglu, hvað inn á Canvas, hvernig þið getið notað þetta námsefni og séð hvernig verkefnin eru. Það er búið að leggja fyrir sem sagt, fyrsta verkefnið og bara skoða hvernig þetta verður og svo munum við bara stoppa við eða fara yfir þetta betur ef eitthvað er óskýrt. En það sem sagt, þetta vefur námskeiðis sem þannig sé og þetta bara GitHub eins og það fyrir bara öll önnur verkefni sem eru hýst á GitHub. GitHub sem sagt, svona þess að geyma kóða á internetinu. Það bæði þetta að vera með svona private og svo public. Þetta allt public hér og svo ég með eitthvað sem með private sem það sem ég að vinna í til þess að verkefni 2 og eitthvað svona. Þá vinn ég það í svona private repo og læt dæmatímakennarinn að skoða og svo ger ég public og þá sjáu þið þau og getur farið að vinna í þeim. En þetta í raun eins og bara skráarkerfi á tölvum. Þetta byggist upp á skrám og möppum eða files og directories. En við sjáum hérna að við erum með directory sem heitir námsefni, eitthvað template sem þið þurfa að spá í, þessum bara það sem ég geti keyrt þetta hérna upp. Svo erum við vikur sem directory og svo erum við fulltangun skrám hérna og af þeim readme skráin, svo sem þið sjáu hérna og birtist hér en við getum líka smellt á hana til þess að sjá í raun bara þetta hérna og þetta í raun kennslu áætlunar og svona yfirlit skrá yfir allt námsefnið. Þannig að hvort sem þið opnið þetta og hafið þetta bara opið og reloadu þessu alltaf þegar ég sendi eða skoðið bara beint hérna á grunnslóðina sem beint inn á Canvas, þá fáið þið í raun þessar upplýsingar. Og þá fyrst hérna bara kennslu áætlunin og hún bara niðurbrot á þessum lykil hugtökum og viðfangsefni sem við erum að fara að takast á við, skipt niður á vikur, hvenær verkefninu verða sett fyrir og hvenær verkefninu skal skilað. Þannig sjáum við hérna, nú erum við í fyrstu viku, mánudagurinn í henni 8. ágúst, bara hér erum við í dag. Við erum búin með kynning og inngang eða svona komast í gegnum það og svo núna seinni partinn ætlum við að fara yfir HTML og Netlify og aðeins líka Visual Studio Code. Svo mun ég setja fyrir verkefni 1 á eftir formlega og í lok dags þegar ég er komin heim, uploada ég upptökunum sem ég að taka upp núna inn á YouTube, sendi síðan uppfæri hérna þannig að þá verða linkar í allar upptökur, sendi ykkur tilkynningu þar sem segir bara takk fyrir tíman, eitthvað, hér eru félagsstafnir uppteknir, hér verkefni 1 sett fyrir og hér námsefni viku 2 komið inn. Þannig að þá fáið þið þessa tilkynningu og þá bara ef að þið mættuð ekki eða vissi ekki neitt en eru bara að fylgjast með í Canvas að þá sjáu þið allavega hvað að vera. Og þannig mun ég setja fyrir öll verkefnin. Þannig að þið munu alltaf fá tilkynningu á Canvas öll verkefni sem þið þurfið að vinna. Þið þurfum ekki að vita og muna þetta. Þú veist, það kemur alltaf ping frá mér þegar þið eigið að vera að gera eitthvað. En þið getið líka að sé hérna fram í tíman hvernig þetta verður. Þannig að þið getið hérna skipulagt ykkur og verið tilbúin fyrir það sem að fara að gerast hérna í vikum 6 og 7. Þú veist, hópverkefni 1 verður sett fyrir 5. Í 5. viku segi ég, 15. september og skilast í vikunni 13. október. Þannig að þá getið þið sé hérna, ok, þið þurfum að vera að vinna hérna milli. Þið þurfum að vera búin að finna ykkur hóp hérna vonandi í 50. og 70. viku. Þannig að þetta allt fyrirsjáanlegt. Þetta mun breytast örlítið. Hugsanlega mun eitthvað hnikast til á námsefninu en það skiptir eiginlega engu máli en annars bara þetta planið. Svona verður þetta. Svo mun ég hérna bara linkur í námsefni núna fyrir þessa viku sem við erum að fara yfir og hérna mun ég það sem ég að segja núna verður linkur hérna sem vídeóið sem að ég að taka upp núna. Síðan hérna kennsluaðmælingið og þá getið séð bara hvernig háskólan, hvenær lýkur missirinu, hvenær lokapróf og allt það, hvenær verða próftöflur birtar og allt það. En það verða birtar 30. september, þá mun ég setja inn hérna það hvenær prófið verður og nánar það. Síðan hérna vikublöðin eins og ég nefndi aðeins áðan, við ætlum að skoða þau svona nánar, svo allt námsefni hérna ég að vísa í mállíkönin og hvernig það sem við erum að segja, við erum ekki að fara að nota þau til að vinna verkefnin okkar. Hér eru samansafnað öllum lykilhugtökum fyrir hverja viku, bara öll lykilhugtökin og félagsstafna, vikurnar, verkefnin, hópverkefnin og svo hérna dæmitímana. Og það bara á Uglu þá sjáum við hvað þetta og við skoðum þá eftir. Svo hérna ef ég fer hér, ef ég íti hérna og þetta mun þá hérna fyllast hægt rólega upp bara allar vikurnar,
ég get ítt hér og þá fæ ég þetta vikublað. Ég sendi þetta sérstaklega í póstunum líka, bara link beint hingað inn, eða þið getið farið hérna uppi og farið í möppuna fyrir vikur og þá hérna vika 01, þá getum við ítt á hana og hérna mun þetta líka bara hægt og rólega fyllast upp í þessar 14 vikur sem við verðum í þessu saman. Hér mun koma inn linkar eða tenglar, hlekkir á fyrirlestra upptökurnar sem ég að taka núna, en hérna í raun lesefnið í þessari drögum að kennslubók sem ég að vinna. Þá getið ítt á hérna. Þetta kafli sem inngangur, sem bara aðeins talnakerfi og tölur, bita og bæti, GUI og CLI, textaritla, stafasett og eitthvað svona. Þannig að þið getið rent yfir þetta, þið getið skoðað þetta, bara skannað þetta svona, eða skoða verkefnið og sagt, býtum við, það eitthvað að tala stafasett í þessu. Ok, þið getið séð hérna eitthvað stafasett. Þið getið líka leitað með leitavél að stafasett eða spurt eitthvað máli kann hérna, heyrðu, hvað getur þú sagt mér charsets og hvernig þið tengjast webforritun. Þetta svona í eðlisinu, þetta náttúrulega alveg ótrúlega mikið. Það að halda heilan áfanga stafasett. En ég ekki að gera það, þannig að þetta bara verið að skauta yfir það svolítið. Og þið ráðið bara hversu djúpt þið farið í þetta. En dýptin sem þið þurfa að fara í þetta bara nákvæmlega svo sem þið þurfið til að geta leyst verkefnin og svo til að geta undirbúið okkur undir prófið. Og þá sjáum við hérna þessi lykilhugtök sem að þið ættu að vita hvað eftir þessa viku og þið getið farið hérna síðan og skoðað þessu lykilhugtök og þá getið þið séð og það vísun í raun í annarkvort í hérna kaflan í kennslubókunum sem að þetta talað með því eða svo dýptina á Wikipedia greinar þetta. Þannig að þið getið farið alveg hérna, þið getið alveg virkilega farið á dýptina hér, ef þið viljið. Það getur verið gaman, en það líka hægt að týna sér í því. Síðan eru hérna verkefnin sem ég mæli með að þið gerið í þessari viku, sem þá fyrsta, setja Visual Studio Code ritilinn, búa til aðgang hjá Netlify, byrja á verkefni 1, skoða YouTube-rásina fyrir webforritun, jafnvel press the subscribe button hérna og fá notification þegar ég set inn vídeo, eða þið viljið. Og svo getið þið skoðað eins hvernig MDN eða Mozilla Developer Network og það getið til dæmis opnað hérna greinina hjá þeim Learn Web Development, af því það náttúrulega til óheyrilega mikið af efni á netinu það hvernig á að webforrita. Þetta svona eiginlega það sem að ég mæli mest með að vera hér. Þetta svona opinn staður þar sem allir vafra framleiðendur hjálpast að við að búa til efni það hvernig á að læra og hérna öll skjölun á því hvernig webforritun virkar svona heilt yfir. Síðan ef þið viljið hafa meiri aðgang að mér og dæmitöpakennurum og samnemyndum ykkar, þá getið þið sótt upp og skráðu ykkur inn á Slack og ég gleymdi nú að senda mig inn á það, þannig að ég ætla bara að sýna ykkur það eftir að því ég þarf að logga mig inn í það. Og svo erum við með Uglu og þá erum við með hérna, þetta aðeins öðruvísi hjá ykkur, þá sjáu þið hérna webforritun 1, þið getið smellt á þetta og þá farið yfir á Canvas, þið getið farið hérna og farið í verkfæri og þá komist þið inn á Uglu listan hérna og þá getið séð hérna kennarana, þá ætti þið að geta séð hér prófasafn. Það ekki kannski alveg akút núna, þau byrjaði að undirbúa ykkur undir lokapróf, en við munum fara aftur yfir þetta. Þið getið séð hérna undir prófasafn, sjáu þið í raun bara öll lokapróf seinustu 10 ára, cirka bát, og þið getið skoðað hvernig það Já, lokaprófi verður á íslensku og ensku, þannig að við opnum bara lokaprófi frá því í fyrra, þá það hér og þetta bara PDF-un á Inspera prófinu og þá sjáu þið hérna kemur eitthvað svona leiðbeiningar og svo koma spurningarnar. Þetta ég var búinn að þýða þetta, jú það hérna, þetta líka ensku og svo kemur hérna og þá alltaf bara spurningin á íslensku og svo spurningin á ensku. Já, lokaprófi verður tekið sem heimapróf, þannig að þið hafið þarna, en þið hafið 3 tíma, þannig að þetta alveg, þetta langt próf,
þið hafið ekkert rosalega langan tíma til þess að vera eitthvað með eitthvað að fletta eitthvað upp og vera eitthvað cross-referensa eða fara í eitthvað research. Þú veist, þetta bara, þið mætið og þið takið prófið og þið fyllið út í það og það ekki eitthvað svona, já, en nánar það seinna. Þannig að ef ég fer hérna aftur og opna í Canvas, nú ég eitthvað týndur, hérna, þetta svona bara. Og ég skoða þetta sem nemandi, að þá sjáu þið hérna að þið farið inn á forsíðuna, þar bara nýjasta tilkynningin, þannig að núna bara svo sem ég sendi í seinustu viku, á eftir mun ég senda aðra tilkynningu, þá kemur hún hér, svo sjáu þið hérna tilkynningarnar og síðan eru verkefnin hér og verkefnið tiltakt til 31. ágúst á miðnætti og það er tiltakt til, já, þannig að það er opið til sunnudagsins en skilafresturinn 28. ágúst sem 50-dagurinn. Canvas, fínt kerfi, ekki frábært. Þannig að þá getum við farið hérna inn, þá sjáum við hér að það linkur yfir á verkefnalýsinguna og við getum opnað hana hérna, en ég skoða þetta með ykkur að setja fyrir nákvæmlega yfir þetta á eftir. En síðan þegar þið skilið núna, þá þurfið þið að gera tvennt. Þetta smá flókið. Þú veist, ekkert flókið, bara maður þarf að vita þetta. Þið þurfið að hlaða upp skránni sem inniheldur sippaða lausnina ykkar. Ok, þannig ég ætla að sýna ykkur það líka eftir. Síðan þurfið þið líka að bæta við athugasemd sem slóðin á verkefnið ykkar í hýsingu á Netlify. Ég mun fara líka yfir þetta á eftir. En ég ætla bara það sem ég ætla alveg kýrskýrt hérna að þið þurfið að gera bæði og þið verðið að fara hérna og íta á skila verkefni. Og þá verðið þið hérna að velja einhverja skrá. Þannig að ég vel bara eitthvað hérna, einhverja skrá og skila og ég fæ konfetti sem kemur svona yfir skjáin. Ef þið sjáu það ekki, þá skilið þið ekki verkefninu. Ef þið settið bara athugasemd en nýttuð ekki að skila, þá ekki búið að skila verkefninu. Þá verður ekki farið yfir verkefnið, þá fáið þið ekki einhver fyrir verkefnið. Þannig að bara sjáu þið það að þið séuð með staðfest skil á verkefninu. Síðan mun þetta breytast í seinni verkefnum þegar við erum ekki að skila svona uploadi, heldur erum við að skila bara, get ég ekki, sjá, þegar ég geta prófa, já hérna, ný tilraun, hérna, búm, þá get ég gert þetta aftur. Þannig að þið getið skilað í dag og sagt svo, nei, skrampinn, ég hefði nú átt að vanda með þess meira, þá getið ég bara senda aftur og bara nýjustu skilin ykkar gilda. Ok, og þá bara ítið aftur að skila og þá kemur svo, það bara sama. Þið verðið alltaf að skila hverjum skilum, íta á skila verkefnitakan. Síðan fáið þið einkunn og þegar hún komin þá fáið þið hérna, fáið einkunn og þá getur verið að þið hafið einhverjar frekari spurningar eða athugasemdir, þá getið þið haft sambandið dæmitímakennarann, en ef þið setið athugasemd þá við skilin, þá fá dæmitímakennarar ekkert það að þið hafi gert þar athugasemdir. Það ekkert eitthvað sem segir, heyrðu, nemandi X var að setja athugasemd við verkefni 3. Þannig að þið þurfum líka að láta þau vita sérstaklega. Af því það ekki verið að vakta athugasemdina sem þið setjið inn, nema þegar það verið að fara yfir verkefnið. Þannig að skila verkefninu með því að fara inn í Canvas og íta á skila. Þá sjáu þið svona konfetti, þá eru þið góð. Þið þurfum að setja upload og þið þurfum að setja athugasemd með slóðinni. Þetta allt tekið líka fram í verkefnilega lýsingunni. Ef þið hafið síðan athugasemd, þegar þið búið að fá einkunn, ég mun senda tilkynningu og segja, hei, það búið að birta einkunn, eða þú veist, þið fáið bara frá Canvas, einkunn hefur verið birt fyrir verkefni 1, 2, 3, þá hafið þið sambandið dæmatímakennarann í tölvupósti eða á Slack eða í dæmatíma og segja, heyrðu, varðandi einkunna fyrir verkefnið, getur þú nú útskýrt þetta nánar. Og þá þetta farið yfir og þá þetta leiðrétt að það eitthvað miskilningur eða eitthvað gerist. Ok, þannig að
förum bara aftur yfir þetta næsta tíma, en það sem þið getið gert er bara að skoða þetta og prófa. Ég vil bara klára verkefnið og skila því og sjá, hei, þetta var ekkert mál eða bara eitthvað, þetta var mjög skrítið. Og þá skulum við reyna að útskýra betur eða fara yfir þetta, en þetta er það sem við höfum að vinna með og þetta er það sem við notum. Síðan er hérna bara kennsluáætlun og þá er bara vísun aftur á vefinn sem ég fór yfir áðan. Hérna inni er svo líka námsefnið sjálft, þannig ég get farið hérna og skoðað HTML og þá get ég séð hérna er eitthvað dæmi, hérna er ég til dæmis búin að uppfæra dæmið sem er til staðar og tek þá fram af hverju það er út af því að við ætlum að gera þetta aðeins öðruvísi í verkefni 1, þannig að þetta kemur ekki fram hérna, kemur fram verkefnalýsingunum fyrir það, en hvað þetta nákvæmlega gerir lærum við í viku 5. Svo þetta metaname viewport gerir það verkum að vefurinn birtist ekki eftir upplausn tækisins, heldur eftir stærð tækisins. Svo getið þið farið hérna og þið getið lesið glærurnar og þá er þetta bara útdráttur úr HTML-kafla kennslubókarinnar. Þið getið skannað þetta þarna eða þið getið opnað hérna vídeóið og þið getið hort á mig hérna frábært. Hort á mig taka þetta upp þar sem ég var með einn nemenda í háskólabíó í sal þegar COVID var hérna, mátti loksins fara að kenna eitthvað. Það var mjög trist, en hérna fínustu upptökur samt sem aður. Ok, ég ætlaði ekki að sýna ykkur eitthvað meira. Nei, ég held að ég er búin að tjekka allt. Þannig að þá erum við bara með hérna verkefnið og ég ætlaði að fara það bara yfir það sérstaklega, en áður en ég tek smá pásu. Einhverjar spurningar varðandi námsefnið eða uppsetninguna á þessu? Já. Já, kenna að setja þetta upp í gegnum Netlify, það er næst á dagskrá. Þannig að þetta bara lænast allt rétt upp hérna. Þannig að ég segi bara, já, við erum alveg að koma að því. Einhverjar aðrar spurningar? En svo bara munið, þú veist, fyrsti tíminn, þið farið bara núna heim, skoðu þetta og svo getið bara spurt mér í næsta tíma og svo bara endurtökum við leikinn í 12 vikur. Þið eru að læra eitthvað og þið spurðið mig og ég vonandi get svarað ykkur og við bara lærum þetta saman. Og svo eftir 14 vikur, þeir eru búin í prófunu svona cirka, þá eru þeir bara eitthvað vefforritun. Þetta var mjög skemmtilegt. Ég ætla að skráða mig í vefforritun 2. Ok, þá ætla ég bara að hætta að taka upp hér